Það ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum og næst ætlum við að tala áfram verslunarmannahelgina á Akureyri og við ætlum að tala meðal annars hæfileikakeppni unga fólksins og rautt-leikinn og að því tilefni þá höfum við fengið tvo sem hafa aðeins sólbrunnið í sólinni fyrir norðan, pínur rauðir fyrir rautt-leikinn. Var það sem þið voruð að pæla með þessu þema? Það var stefnan sko. Ég hef alltaf verið mikill keppnismaður og ákvað að byrja snemma í ár og fara alla leið. Þetta nú samtalið, maður sólbrennur nú ekki oft. Nei, við viljum bara búum á Akureyri. Já. Það er best að vera. Er það ekki það að maður fattar ekki að maður þarf að setja actually á sig sólavörn þó maður sé á Íslandi? Jú. Fyrsta sem maður tekur upp þegar maður fer til útlanda? Það er sólavörnin. Já, nákvæmlega. Það gleymist stundum á Íslandi. En þú tekur þetta alla leið, þú sólbrennur, þú ert með rautt hár, rauða varir og bara... Og rautt-leikinn. Já, rautt-leikinn, já. Segðu okkur frá rauðaleiknum sem þú tekur svona brjálæðislega alvarlega. Já, það er nú kannski sko, aðalmálið er mest húsin í bænum og göturnar heldur en endilega kannski húðin og hárið. Fólk þarf ekki að sólbrenna í rönnum, nei. Það er ekki. Þó svo að við auðvitað óskum þess að sé sól verslunarmannahelgina. Það er nú alveg væri toppurinn. En nei, þetta er bara okkur langar að fá líf í bæinn, okkur langar að fá að bærinn taki þátt í rauninni. Þannig að bara hvetjum alla til þess að skreyta húsin sín rauð og göturnar. Þannig að, og svo eru svo verðlaun í boði. Þannig að það er 50.000 króna úttekt frá Netto og grill, glæsilegt grill frá Bíkó fyrir besta húsið. Og svo erum við með 100.000 króna grillpakka frá Goða fyrir bestu götuna. Og þetta er búið að vera svolítið undanfarin ár. Þetta er svona aðeins orðið meira og meira, þó þetta sé ekki eitthvað svona, maður sér ekki alveg að bærinn sé orðinn rauður. Nei, það er alltaf einhverju sem taka þátt og við bara viljum endilega fá fleiri. En vísindilega, hafið athugað á hvort þetta gangi betur í 603 heldur en 600, þetta með rauða þemað? Nei, við hefum nú ekki farið alveg svo langt. Því að sko vissulega er þetta, sko Þórsarar eru náttúrulega fyrir áhorfendur sem ekki eru hérna inn á Boðadjóknum og þá eru Þórsarar hinum megin rauðir og Káamenn hérna megin. En svo erum við náttúrulega með Þórkáa, en þær eru reyndar ekki rauðar. Nei, það eru svartar orðið þannig. Já, það væri glata að hafa svartleikinn. Það er ekki mjög skemmtilegt. Gerum allt svart fyrir verslunarmannahelgina. En þú ert í hæfileikakeppni unga fólksins, hvað getur þú sagt okkur frá henni? Hæfileikakeppni unga fólksins er núna haldin 3. árið í röð á Glerártorgi. Ég hefur verið með hana öll 3 árin. Já, það hefur verið góð þáttaka og flotti krakkar hafa stigið á svið og við hefum fengið fullt af flottum hæfileikum sem kannski hefur aldrei komið upp á sjónvarpssviði nema við höfum tekið þátt þarna akkúrat á þessari stundu. Og hvernig virkar þetta? Krakkarnir skrá sig, eða semst foreldrar krakkana, þetta er 16 ára yngri, þurfa að skrá krakkana og þau semst fá eyðublað sem við fylla út og semst forráðamenn skrifa síðan undir. Svo bara mæta þau og bara upp á svið? Upp á sviðið og allir kátir og... Er allir að syngja? Í fyrra voru allir að syngja, já. En við viljum helst fá fjölbreytni. Það hefur alltaf verið þannig að jú, þannig að söngurinn er kannski pínu Hann er pínu ríkjandi í svona hæfileikakeppnum en það væri gaman að fá dans og jafnvel jójólistir. Já. Getur einhver bent á einhvern með töff hætti, þú veist, það er hæfileiki. Já, nákvæmlega. Bara allt, sko. En hvers vegna hefurðu ánægjað þessu að taka þátt í svona hæfileikakeppni unga fólksins? Ég bara, sko, ég hef gaman að því að finna upp á hæfileikum hjá ungum krökkum. Sjálfur var ég ungur þegar ég byrjaði og veist, já, í rauninni, ég segi þetta bara sem stórt tækifæri fyrir krakka og bara frábært að geta hjálpað til. Tókstu þátt í einhverju svona? Ekki þegar ég var krakkar reyndar. Nei. Jú, ég tók þátt í árshátíðarleikriti síðuskóla þegar ég var í 10. bekk. Já. 603. 603. Rautt. Áfram. En nei, sjálfur er ég ekki mikið verið að taka þátt í svona keppnum. Það er kannski ekki nógu góð auglýsing en ég reyndar vann söngkeppni á FMA árið. Það er svona, jú, eina keppnin sem ég hef unnið. En eru ekki krakkar í dag orðnir ótrúlega svona, ég man hvað ég var ótrúlega feimin á þessum aldri, en eru þau ekki orðin svona betri í því að koma, eða þess að þora meira? Jú, að vissu leyti. Já. Líka kannski við erum bara opnari fyrir fjölbreyttari bara hæfileikum og fjölbreyttari lífsstíl fólks og fjölbreyttari menningu. Sem betur fer. Já, ég held að það skiptir miklu máli fyrir einmitt krakka með hæfileika, skrýtna hæfileika sem hafa kannski ekkert endilega verið viðurkenndir, sko.
Gráta mjólk, það er Gráta eitthvað. mjólk, já. Já, ég meina það er. Ef einhver krakki kemur og grætur mjólk, Já. þá skal ég gera eitthvað. Þá skal ég standa á höndum. Ok, Já. þú getur það. Ég get það. Já. Við aldrei á fyrir störf, þá er ég góður. Hann talar eins og hann sé 8 ára. Já. Tókstu eftir þessu? Hvað ertu gamall? Ég er 21. Já, ok. Það veist, ég get verið mamma þín. En þú hefur líka verið í dansi, er það ekki rétt minna hjá mér? Jú. Sérðu fyrir þér að það sé ekki fullt af ungu krökkum sem getur dansað í svona keppni? Jú, alveg sjálfsagt. Það er verið með fullt af flottum krökkum í bænum sem eru orðið vanir að standa á sviði, vanir að koma fram. Þannig að þetta er bara frábært tækifæri fyrir einmitt dansara líka að taka þátt í svona keppni. Er ennþá þessi danshitti á Akureyri? Að sjálfsögðu. Það fer ekki neitt. Er það nokkuð? Nei. En hvað með á sumurinn? Dansar, Það er minna það, en það eru yfirleitt einhver námskeið. Það er bara eins og núna hjá Steps Dance Center eru 2 námskeið í vikunni. Já. Þannig að hjá Dansstúdíó Alice eru bara stjórnendur í fæðingarorlofi, þannig að það var sumarfrí þar. Þannig að jú, það er alltaf eitthvað að vera. Og dansar sjálf ennþá? Ég dansa sjálf, já. Já. Í hóp eða inn í eldhúsi? Bæði. Já. Það verður reyndar, ég er að breyta til og flytja suður í haust, þannig að þá þarf ég að finna eitthvað nýtt að gera. Já. Einhvern nýjan dans. Já, þú ætlar samt að Já, ég dansa, ég mun alltaf dansa. Gera þér það þarna í borginni? Já. Dansa alveg líka. Fullt af. En hvernig líst ykkur svona, hvað finnst ykkur svona bæjarhátíðir almennt? Sækið þið bæjarhátíðir? Já, ég er duglegur að sækja bæjarhátíðir, já. Mér finnst það frábært, sérstaklega þú veist, þetta er mikil stemming, gott veður og það kemur alltaf þessi pilsulukt, mér finnst hún alltaf svo góð. Grillaðar pilsur, pínu svona, já. Kandiflossir mínu. Já, akkurat. Hvaða hátíðir eru svona í uppáhaldi hjá þér? Hjá mér, Já. á öllu landinu, svona náttúrulega fyrir utan allt sem gerast á Akureyri. Ég er bara hvar sem er. Fiskidagurinn miklu finnst mér frábær. Já. Ég dýrka fiskidagurinn miklu. Ég er sammála því. Já. Þú með honum í því? Já, ég held það. Hvað er það við hann sem er svona geggjað? Það er bara einhver stemming. Já, algjörlega. Það er bara eitthvað. Bara fara til Dalvíkur og hafa gaman og borða fisk. Já. Allt inni verið fiskur, bara geðveikt góður. Og þú veist, og svo náttúrulega þessir sparitónleikar kvöldið, eða þessir stórtónleikar, mér finnst þið bara frábæri, sko. Já, ótrúlega flott. Já. Mikil sýning. Þetta er eiginlega svona Norðurlandið, maður er náttúrulega svolítið hlutdrægur af því að þú veist, maður er hérna og mann finnst allt best hér og allt það. En með þeim formerkjum, þessi vika frá í rauninni verslunarmannahelgina og yfir á helgina eftir þessi fiskidagurinn og handverkshátíðin, sko ógleymdri handverkshátíðinni sem er náttúrulega alveg mögnuð. Ótrúlega flott. Þetta er svona helgin til þess að, eða vikan, ef maður ætlaði að taka eitthvað sem maður vildi að væri mikið um að vera. Já, algjörlega. Og eru þið búin að sækja ykkur hátíðar? Nei, ég náttúrulega bara ég var að syngja sjálfur á 7. júní og já, það er rauninni eina sem ég er búinn að gera í sumar, sko. En svo að því við erum svo rosalega norðlensk, hvað með hátíðar einhvers staðar annars staðar á landinu? Ég þekki bara ekki landið utan Akureyrar og... Nei, ég er bara alltaf í 603 Ég er alltaf í 603 og ég bara fer á völlinn og... Nei, ég hef ekki verið duglegur að sækja hátíðir almennt, bara utan Norðurlandi í rauninni, sko. Já, en þú? Miður. Farið á Mærudag svolítið. Já. En ekki mikið síldarævintýri og Siglufirði, jú. Við erum rosaleg, svo kvörtum við yfir því að, sko, að sunnlendingar gerir sér nú aldrei fer neitt annað og svo erum við bara hér. Já. Menningarnótt í Reykjavík hefur við svolítið sótt. Já, ekki ég. Ég fer ekki þangað. Nei, ég bara fer ekki, ég er bara þannig maður. Nei, lengsta sem ég hef farið er Húsavík. Það er að segja þegar kemur að bæjarhátíðum. Já, ok. Ekki svona í lífinu. Nei, ekki svona dagstæðu, nei. Þú hefur farið til Reykjavíkur. Já. Örsjaldan. Já. En mér líst vel á þetta. Það er hægt að fara inn á einumöllu.is til þess að kynna sér allt um hátíðina og skrá sig. Hvar skrá maður sér svo maður? Herru, það er á bara mínu persónulega meili, sindrins96@gmail.com. Það er þarna, þið kannski hafa þarna skrifa hérna einhvers staðar. Já, kannski ef að myndatökumenn eru í stuði fyrir það. Já, jafnvel. Sendum þetta yfir. Jafnvel, og ég mæli eindregið með að taka þátt. Það eru fullt af flottum verðlaunum og sigurvegarinn fær að koma fram á sparitónleikunum á sunnudaginn, sunnudeginum 7. ágúst. Þannig að það er náttúrulega bara frábært tækifæri, eitthvað sem ég var ekkert á móti að
gera? Nei? Við sjáum vinna með öllu. Já. Eða Summer Games sem þetta heitir í dag, best að hafa þetta rétt. Íslensku sumarleikar. Já. Þetta heitir ein með öllu og íslensku sumarleikarnir. Já, akkurat. Já, þú ert bara alveg með þetta. Já, ég er alveg með þetta. Gaman að fá okkur og það er bara skreytum rautt, alveg sama í hvaða hverfi við erum. Já, bara út um allt. 16 ára og yngri, drífa sig að láta vaða, hvort sem það er nú að geta grátið mjólk eða skellt í jójó eða sungið tóna eða dansa, bara að gera að vera með því að það er víst, ég frétti það þegar ég var orðin ansi gömul að það má gera alls konar svona aðeins bara alltaf að vinna heldur, það má hafa bara gaman en við höldum áfram í fyrsta þættinum eftir augnablik.